gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl aftur og velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér eru menn með áletta. Já, vissulega. Derhúfu. Já. Álfætturinn minn ígræddur svona undir hárinu. Mikið rétt. Haukur Ísbjörn Jónsson og Guðjón Heiðar Valgarðsson, verið velkomnir. Takk fyrir það, María. Heyrðu, það stóra spurningar. Hver ber ábyrgðina á morðinu á JFK? Já. Það svona það sem við ætlum, þið ætlum að fræða okkur Allavega ekki Lee Harvey Oswald. Já, allavega ekki. Alveg pottþétt ekki og ég held alveg örugglega ekki einu sinni neitt sko, fyrir hann var svona patsy, eins og við kalla. Já, bara eitthvað svona blórabökull, held ég. Og það til dæmis eitt sem að virðist allavega hafa svona vera komið ljós miðað við þessi skjöl að, og ég var aldrei alveg viss sko hvort að hann hafi verið sko CIA agent, það að segja leyniþjónustumæður, útsendari CIA, eða bara eitthvað sem þeir fylgdust mikið með því að hann fer til Sovjetríkjana í einhver ár og kemst mjög öðruleginn þar og svona síðan að styðja við Kúbu, þú veistu, Castro. Já, hann var meira að segja eitthvað að reyna að komast til Kúbu, var búinn að sækja landvistarleyfi og var í einhverjum samskiptum við KGB líka. Já, en sko það virðist vera með við þessi skjöl allavega að sko... Þú kannski byrjum á byrjunni svona fyrir þá sem ekki vita. Já, það eru sem sagt þessi skjöl, þetta eru skjöl frá leyniþjónustu Bandaríkjanna sem eru komin á tíma og einhverju svona leynd aflétt af þeim og þau komu út bara núna, eru búin að vera að gera í skömmtun. Já. Og það átti að sko, að Donald Trump talaði hann ætla að koma aflétta leyndinni í 2017 en svo segir hann að það kom einhverju tölu við mig og báði mig að gera það ekki og ég ákvað að gera það ekki þá en svo vildi hann gera það núna og ég held kannski að partur af ástæðinni sé að hann heldur að CIA eða einhverju þar hafi verið að vera bakvið tilræði gegn honum og hann vill þá kannski bara að þið sjáu svona hvað þeir geta gert en hann allavega virðist vera að mæta mikill í mótstöðu því að það ekki ennþá öll skjölin komin fram sem að hann fyrirskipaði að myndi koma og hann sagði að ég vil ekki sjá neinar yfirstrikanir en já, þannig að við sjáum til hvort að þau muni koma en það sem að kom, það var svona fyrir mig kannski smá vonbrigði að því ég var kannski að vonast þess að þetta yrði mjög afgerandi að það yrði það því ég náttúrulega hef talað í máli og finnst þetta að vera mjög augljóst samsæri og hefur þótt það mjög lengi og ég hef þurft að rífast og rökræða þetta við ansi marga og hefði þótt gaman ef að þetta hefði bara getað klárað þær rökræðar en það ekki alveg svo gott allavega en það samt alveg margt annað sem að svona styrkir undir þeim stóðum að þetta hafi verið samsæri en eins og ég segi, það allavega virðist vera að þeir hafi fylgst bara mjög mikið með honum en það hvernig þið tala hann í þessum skjölum virðist allavega ekki benda til þess að hann hafi verið agent en eitt sem að ég fór sko að skoða þetta kvöldið sem þetta kom ég vakti alveg fram eftir, ég var vakandi til 3 að bara að skoða þetta, opna bara einhver PDF-skjöl og svo notaði ég gervigreind til þess að ég kann hlaða inn skjölunum og fekk hana til að svona fara yfir einhver nöfn hver þetta sem þið tala veistu ekki þennan og eitthvað svona og það til dæmis eitt sem ég sá sem svona 201 flokkur, það að segja þeir skilgreindu alla CIA sem voru annarkvort að fylgjast með eða sem að voru útsendarar sem 201 og svo fengu þeir eitthvað númer og þannig fylgdust þeir með þessum mönnum og voru með bara skrá allt þá og þetta svona talnakóði bara einhver basically fyrir kerfið þeirra bara og þú veist og það bara flokkunarkerfið og hann Lee Harvey Oswald var klárlega með svoleiðis skýrslu og þetta var gæði sem þau fylgst mjög grannt með þannig að maður myndi allavega áætla að gæði sem að út af því hann að fara til Sovjetríkjana að þú veist hann og myndi ekki eiga auðvelt með að bara kíkja síðan bara eitthvað í Bandaríkin, kaupa sér byssu og fara að skjóta forsetann maður myndi halda allavega að þá myndi það hringja einhverjum bjöllum, einhverjum myndi segja heyrðu þessi gæi, hann hana þú veist pro-Castro gæin og svo en það, þú veist, það fara að líta út fyrir mér að hann hafi bara verið svona, já, ég veit ekki, ég sýnist mögulega hann hafi ekki verið beint agent sem þeir hendur bara undir rútuna eins og ég kannski, þú veist, eins og leit út fyrir á tímabili, heldur hafa hann kannski bara verið gæi sem var frekar róttækur en
en satt ekkert einhver kannski færum að fara að drepa forseta Bandaríkjanna einn síns liðs og sko það er byggt á bara svona forensics evident, hvað kallar maður það? Já, svona vettvangs. Já, bara sönnunargögnum. Hversu mikið hefur þú rýnt bara í samsæðiskenningar JFK? Bara alveg ofboðslega lítið. Svona eins og bara hinn almenni borgari held ég. Okay. Var ekki sko byssan sem hann pantaði sko á póstlusta í eigin nafn og fekk senda heim til sín sem væri kannski ekkert sniðugt að fara að drepa forseta sko. Var hún ekki fyrir ranga hendi? Var það ekki... Hann var örfendur og hún var rétthent, byssan. Jú, það held ég. En það ekki eitthvað sem kemur fram í nýjuskjörunum, það bara gamalt. Nei, gamalt og það sem kannski mesta vitleysan í þessu ég veit ekki hvort þú hefur heyrt the magic bullet theory. Nei. Ok, þannig að það skil ég reyna að útskýra þetta á eins einfaldan hátt og mögulegt Þú segir mér segjum að þetta sé hérna bókasafni sem hann á að hafa verið með byssuna og skjóta hann og bílinn kemur hérna framhjá og og meðan hann í augsýn þá hefði ekki verið möguleiki að skjóta meira og líka hvernig sko riffillinn hann hefði ekki getað, nema í mesta lagi skotið 3 skotum á þeim tímaramma sem að bílinn keyrir framhjá. Það náttúrulega fyrst fær hann skot, það til vídeó á þessu, Zapruder-vídeói, þannig að fyrst fær hann skot greinilega í kassan og hann svona, tekur utan hérna og það kúla nummer 1. Svo náttúrulega kúla nummer 2 hérna headshot og svo var einhver vegfarandi sem að fekk 3. kúluna. Þannig að þá ertu búin með allar kúlunar sem að þessi gæi, Lee Harvey Oswald, hefði getað skotið. En svo þurfti ég að fara að útskýra akkur Connelly, gæin sem var governor, öldunga fylkistjóri í Dallas, Texas, akkur hann hafi verið með líka sár, bara nokkur sár og þetta allt í allt sem sagt, þannig að þeir veru selja fólki og þessi Warren Commission, þessi rannsóknarnefnd sem þingnefnd sem fengin til að rannsaka morðið eftir á að hún þarf að selja þá hugmynd að þessi 7 sár hafa öll komið úr sömu byssukúlunni. Þannig að þessi ein byssukúla hafi farið hérna í hann, kassan á Kennedy og síðan lenti hendina á honum og farið síðan upp og tekið beygju og farið inn í Connelly og í lærið á honum og þetta allt í allt 7 sár og svo enda byssukúlan og hún lítur ekki eins og út fyrir að hafa snert neitt. Byssukúla sem að fannst var ekki á spítalanum síðan. Jú, hún finnst ekki fyrir en á spítalanum sem að var farið með Kennedy á sem var mörg hundru mílum í burtu allavega klukkutíma keyrslu eða eitthvað, kannski ekki alveg mörg hundru mílum en það fóru fram hjá 3 eða 4 spítölum á leiðinni og svo finnst hún á gólfinu undir bekknum sem hann liggur á, bara í krufningarsalnum. Hún finnst á gólfinu undir bekknum sem að líka hans John F. Kennedy á og hún algjörlega ósködduð eins og hann hafi aldrei verið skotuð úr byssu. Það ekki neina rákir eftir gikkinn eða neitt. En eitthvað útskýringar á þessu í téðum skjölum? Nei, það raun og veru ekkert sem kemur en það eina sem þessi Anna Paulina Luna sem að sett yfir þessari hvað kallar maður, svona nefnd eða hóp sem á að birta þessi gögn og fær gögn í hendurnar. Hún segir með við það sem ég hef séð, hún sagði þetta í pontu í Hvítahúsinu sem mér fannst alveg gaman að sjá, að þá alveg augljóst að það voru að minnstakosti 2, eða hún segir að það hafi verið 2 byssumenn. Þannig að þessi saga að hann hafi verið 1, hún eiginlega bara augljóslega gengur ekki upp og mér finnst að þessi byssukúlu saga ein og sér ætti að staðfesta það svolítið vel og það til vídeo á YouTube sem bara úr JFK myndinni sem Oliver Stone gerði það sem að þeir eru í réttarhöldunum og þetta sannsöguleg saga þetta var alveg saksóknari sem að fór fyrir rétti og reyndi að útskýra þetta og hann sýnir svolítið vel fram á bara hversu absúrt þessi magic bullet theory eða one bullet theory en það dugar ekki fyrir alla sumir, ég hef alveg þurft að rífast í fólk og fólk bara, já, nei, þetta hefði alveg getað gerst ég veit ekki, fyrir mér þá þetta
augljósasta samsæriskenning allra tíma. Það er ekkert sem jafn augljóst fyrir mér. Ég eiginlega sammála því. Og þess vegna, eins og þegar við byrjum með hlaðvarpið okkar, Álhatturinn, sem við mælum að sjálfsögum með allir hlusta á. Já, við gerum það. Þá byrjuðum við reyndar á einum þætti Avril Lavigne og hún væri lottari og hann hefði dáið og verið skipt út og eitthvað, sem skemmtilega rugluð kenning. Áhugaverð kenning. En svo tókum við bara JFK, því við vildum byrja bara, ég finnst þetta að vera svolítið svona samsæriskenningar 101. Já, þetta er bara samsæriskenningin, er það ekki? Já, eiginlega, algjörlega. Og þess vegna... Það er ekki orðið samsæriskenning? Herðu, það er rétt, maður að svo einmitt talaðum að CIA, þeir fundu upp orðið conspiracy theory og conspiracy theorist til þess að setja það svona stimpil á fólk sem að setti spurningamarki við kenningarnar. En það sem er náttúrulega rosalegt við þetta og það sem að gerir þetta kannski akkurat við að vera að pæla í einhverju morðið sem gerðist fyrir 60 árum pluss, er að það er meir en bara það að því að þeir sem að gerðu þetta, ef að það er satt að það var logið okkur, að það var ennþá verið að ljúga okkur og þá er einhverjir sem að komast upp með þetta og einhverjir sem eru ennþá væntanlega að komast upp með þetta og aðilar sem að þá hafa allavega aðstöðu til þess að koma í veg fyrir að þeir séu afhjúpaðir og það er kannski það sem er svona stærst í þessu, þess vegna var ég svona svolítið mikið að vona, þetta er kannski svona, byrjunin og nú veit ég að góði vinnur þinn, hann Frosti Logason, ég var hjá honum daginn í broadcasti og hann með ég og hann náttúrulega hnakkrifumst allt svona. Það hafi gerst í mörg ár. Já, við gerðum það og hann, gerði lítið úr mínum samsæriskenningum 9/11 og JFK og allt þetta á sínum tíma, en hann sem er að búið að breytast aðeins í honum hljóði núna, varandi þetta og hann sagði þetta fyrsta að það sem hann hefði skoðað núna, hann hefði farið að skoða svolítið vel samsæriskenningar JFK og bara, það hefði bara spreytt á honum hausinn og hann bara núna segir bara já, það var bara rétt fyrir með þetta og ég legg til að fólk svona stúderi þetta alveg, að það sem er eiginlega áhugaverðast við þetta mínum að þetta er hversu fáránlega augljóst þetta er og hversu svona bara að þið hafi getað logið þess að fólki á þessa blikka. Mér fannst það líka með Bobby. RFK Já, það er annað, en það er kannski... En það náttúrulega kemur ekkert í þessum skulum það, vonandi verður það seinna. Það á að leta lenda því og Martin Luther King, það er svona aðeins minnst á það í þessu, en já, þannig að það er í rauninni, þetta eru hvað segðu þið, 80.000 blaðsíður? Já, sem áttu að vera birt, ég get ekki séð að það hafi verið svo mörg, byrjuð á fyrsta droppinu voru þetta 1123 PDF-skjöl. Sum þeirra voru bara ein blaðsíða en svo var til dæmis eitt skjalið 256 blaðsíður og þar var, ég fór að skoða það svolítið og ég fór að kynna mér og þá er að tala og þetta er oft verið að nafngreina einhverja, það er kannski einhverju bara svona þekktir rithöfundar sem við svona, núna vitum við það að hann var allan tíman CIA agent eða einhverju þekktir blaðamenn og eitthvað svona og núna allavega sem er þetta jákvæmt að við getum notað þetta fyrir rannsóknarvinnu í framtíðinni mikið af þessu. Púsla saman sögum, það er Mossad var eitthvað minnsta Mossad að Mockingbird dæmið var svolítið nefnt í skjörunum þannig að það sem við vorum að tala að þeir var að reyna að stýra fjölmiðlum og eitthvað til að vera hliðhollir CIA veit að einhverja skjörunum fjallum það og svo var þetta, byrjum aðeins á Mossad áður við fyrir mútið það, ég veit að þú ert ekki mikill aðdáandi Ísrael, frekar en ég og sem er kannski mitt líka, ég veit að ég hef kannski verið svona hliðhollir Trump og hann er svona kannski ég er ekkert alltaf ánægð með hvernig hann er að tala þar og eins og þetta vídeo og eitthvað svona þannig að ég skil að fólki finnist það mjög vafasamt og ég finnst ömulegt þessar sprengingar sem voru dæmt þú náttúrulega fórst þanga, það fórst ekki þanga Nei, já, svona að landamærum í Kaíró og ég hef alltaf, mjög lengi talið Ísrael að vera svolítið svona bara svona Ísrael vera svolítið stór partur af vandamálunum og svona ofarlega í píramídunum, þetta er þetta Rothschild veldi svolítið og ég er svo djúpt sokkinn í samsæriskenningar að ég tel að þetta sé bara strategía að það verður bara að saving Israel for last
það Q-drop, en það kannski óþarf að vera fara út í það, en það sem sagt, eitthvað sem ég trúi í raun og veru að það sé bara ekki hægt að díla við Ísrael akkurat núna, það þurfi að bíða með það, en já, þessar sprengingar hjá Netanyahu voru náttúrulega umlegar og þú veist, og eins og ég segi, ég er svona vonast til þess að það verði stöðvað, en það er sem sagt, það voru þarna skjöl, þar sem það voru sko CIA agentar voru að fara að biðja það að allar tengingar við Mossad yrðu ritskoðar. Það er að segja þegar að skjölin yrðu aflétt að það voru mjög and það að Ísrael yrði ekki nefnt í neinum skjölum og allt það yrði, þú veist, akkur yrði svona and það. Og jú, það var náttúrulega að John F. Kennedy, hann átti í einhverjum útistöðum á þessum tíma. Ísrael vildi fá kjarnorkusprengju, hann var þarna Ben Gurion, hvað hann hét, og þú veist, það voru einhver rifrildi þar. Og það eru sumir sem vilja meina og ég held að það sé alls ekkert útilokað að þeir hafi haft eitthvað með þetta að gera. Morðið á JFK. Og, er eitthvað sem rennir stóðum undir það í þessum skilum? Það er allavega það að þeir virðast vera passa það. Viðriðnir í svona samsærið í kring. Já, og að þeim sé andum að það sé ekki uppljóstur skjöl og svo veltir maður því einmitt fyrir sér. Ef að, þú veist, öll þessi skjöl sem að koma út núna, þú veist, þetta er alveg margt annað sem er mjög vafasamt og hvernig er að tala bara þú veist, CIA, þú veist, eins og til dæmis Operation Northwood sem var reyndar létt af leynd áður og þá eru þeir að tala sko mögulegar aðgerðir gagnvart Kúbu og þeir eru bara að tala sko, og þetta er bara súrealist að lesa tungumálið þarna. Þeir segja sko, já, við gætum sprengt upp flugvél fulla af nemendum og svo stendur að segja real or simulated, bara svona fyrir eftir í hvort henda betur, gætum drepið alvöru nemendur eða bara gert það í þykjustunni og kennt Kúbu það eða skilur við getum skotið fólk á götum úti í Bandaríkjunum og kennt Kúbu það. Þetta eru þeir bara að leggja til og þetta voru tillögur sem að endu á borðinu hjá JFK. Hefurðu heyrt þetta? Nei, þetta er svona gert til þess að þá búa til einhvers konar óvild og réttlæta þá innrás. Akkurat. Þá langaði til þess að réttlæta innrás og það er náttúrulega atvik sem að gerist Bay of Pigs eða Svínaflóa að þar eru í raun og veru bara CIA tekur nú svo upp á sitt einsdæmi, er bara búið að safna saman einhverju svona skæruliðum og eitthvað og byrja að gera einhverjar árásir á Kúbu á þessu svæði, Svínaflóa, en Kennedy ákveður að bara, ég ætla ekki, þú veist, þetta var ekkit, þú veist, sem að ég samþykti, eða ég vildi, þannig að ég er ekki fara að láta herinn bakka upp þessa gæja, þannig að það enda bara á, þú veist, þessi skærulegar og þú veist, eru bara teknir út og þarna vinnur hann sér inn mikla óvild hjá leyniþjónustu Bandaríkjanna og þeir sem voru að stjórna þessu, þeir svona svolítið byggust við því að þeir getur bara byrjað eitthvað svona um leið að vera komin einhver átök, þá þyrfti náttúrulega Kennedy og Bandaríkjanna að verja sína menn og þú veist, hlýta skakkast í leikinn. Nú spyr ég bara svona eins og leikmaður, sko, þú veist, hvað er þá CIA? Hver stýrir þá CIA? Og hver er hagur CIA í því sem þeir eru að gera? Sko, CIA hefur bara svona orðið við eitthvað svona skrimsli fyrir mér, svona sem að lítur bara heil lögmálum og svona er ekki með neina beint sko, þú veist, ríkisstjórnir stjórnaði mikið neitt en það var sko Kennedy að tala að hann vildi útrýma CIA bara, þú veist, og Robert F. Kennedy Jr. sem er núna komin heilbrigðisráðherra í Bandaríkjunum að hann með talaði það að þetta hafi verið ástæðan fyrir að þið tók hann út og hann trúir því að bæði pabbi sinn, Robert Kennedy, sem að fólk kannski áttar sig ekki alveg á því heldur að hversu rosalegt það morð var að því að þó hann hafi ekki verið orðinn forseti að þá voru gríðarlega líkur á því að hann hefði orðið næsti forseti Bandaríkjanna því að Kennedy var náttúrulega ennþá mjög vinsæll og nafnið og hann var með sama svona sjarma og John F. Kennedy og var búinn að vinna sko stærsta prófkjörið í Kaliforníu og það er bara það kvöld þegar hann bara fagna sigrinum í Kaliforníu prófkjörið demokrata þannig að hann myndi enda á að fara og í frambóðum móti Nixon að þá er hann skotin og það allt saman er líka mjög fyrirlegt og við mælum þetta bara með að hlusta og þáttir okkar um það Síran stendur fyrir framann en samt var Bobby Kennedy skot í bakið það er margt skrítið við það sko. Hann allavega, en sko það er eins og í því tilviki hann hafa bara verið dálitur og þegar hann tekur bara eitthvað byssu og byrja bara að skjóta bara bóm og svo segist þetta ekki munan eitt eftir þessu er allt mjög, en það dæmi er alveg skemmtilegt samsæri, skemmtilegt en allavega, þú veist,
ég held að líka það sem að Robert Kennedy hefði gert ef hann hefði orðið forseti og það var jafnvel talað að hann ætlaði að fá Martin Luther King sem varaforseta efni. Pæli í því ef það hefði gerst en í staðinn þá hann drepinn. Dúo sko. Já. Og maður sér fyrir sér svona mun eftir Sliding Doors. Já. Það svona alternative veruleiki sem hefði kannski bara verið voðalega þægileg. Já, ég held allavega að það hefði verið aðeins öðruvísi sko og það einmitt aftur út á Ísrael og þannig þetta líka út það svolítið þannig að Ísrael í bandarískum stjórnmálum þeir hafa svolítið verið alltaf rosalega ósnertanlegir og þú veist eins og ég veit mjög marga sem kannski voru alveg að styðja Joe Biden okkurlega mikið en svo bara þegar hann var hardcore síðanustið þá bara ok, nei en og sama með Robert Kennedy það var sagt að síðan hafi verið hafi skotið hann, það var svona opinbera kenningin út af því að hann hafi lofað einhverjum vopnasendingum til Ísrael flugvélum eitthvað svona, hann hafi verið að styðja við Ísrael og hann var frá Palestínu ég held að hann hafi verið sko síðan var upphaflega frá Jórdaníu en hefði flust frá Jórdaníu með fórðisinu til Palestínu og svo flúði hann frá Palestínu með stofnun Ísraelsríkis eða eitthvað svoleiðis og þau komu sem flóttafólk til Bandaríkjanna en hann var af palestínskum uppruna eða svona hann lendir í einhverju hjólaslýsi var ekki velhjólaslýsi og fær einhverja heilaskadda þessi gæi, svona ef maður að pæli og stútur eitthvað svona dáleiðslega fyrir eitthvað þá meikar alveg sens að þessi auðveldra dáleiða manneskju sem hefur orðið fyrir heilaskadda og hann að kenningin að hann hafi verið dáleiður af CIA til þess að fara hann inn með byssu og byrja að skjóta og svo hafi verið þá var hann einhver lífvörður sem var hann með honum og hann hafi síðan að klára verkið þetta náttúrulega hljómar allt svo brjálæðist þetta hljómar sturlaðara heldur en bíómynd ef þetta væri plott í bíómynd þá myndum maður að segja þetta nú ekki trúverðið bara Zoolander þetta plotti í Zoolander basically hann dálendur til þess að skjóta múka alveg rétt þannig að það svona enda settum við ekki í þáttinn Zoolander style síðan var dálendur til að myrða JFK Zoolander style RFK, já en þannig að það sem ég segi, það margt áhugavert í þessum samsæris heimi og þetta En verður maður ekki þreyttur á að vera alltaf að greina svona allt í kringum sig? Jú, eða þú veist YouTube-algoritmiðin verður mjög skrítinn og fer að sýna bara furðulegustu hluti ef maður byrjar að kynna sér alls konar samsæri Hvernig greinir maður úr? Já, það ekki svolítið erfitt? Jú, ég meina og þú veist og það eru þetta líka Og það til dæmis ekki samsæri að maður fá ykkur ákveðin gögn í hendunar og eigi að lesa eitthvað úr þeim og kannski setja þá inn í AI sem stýrt að hverju hvar á maður að stoppa? Einmitt, og þú veist og það sem ég hef yfirleitt sagt að sé svona mitt og það kannski sem við reynum svolítið að vinna með að við reynum alltaf að taka hvað þessi hlið að segja hvað skilur opinbera skýringin og hvað þessi hlið að segja og svo bara þú veist og ef það eru til dæmis einhverju hluti sem eru allir sammála þá getur maður síðan fara bara að beita sín eigin rökhugsun til dæmis eins og með þessa byssukúlu það er ekki eins og það er ekki eins og hinliðin sé bara að segja hvað kjaftað þetta, hann hefði alveg getað skotið 7 skotum þú veist, hvað ég meina, það er ekki mótrökin heldur mótrökin nei, þetta var ein byssukúla hefði alveg getað gert þessi 7 sár og þá segi ég nei þegar að rökhugsun mín segir bara það meikar ekki sens, saman með byggingu 7 þú veist, við viljum skoða 9/11 þú veist, það er enginn að segja að svo bygging hafi ekki hrunið til grunna, það er bara verið að segja að hann var eldsvoðið eitthvað þannig að þegar allir þrír eru sammála einhvern atburð að hann hafi gerst einhvern veginn að þá getur maður kannski farið að meta það rökræða hvað mikið sens þannig að endanum verður maður bara að treysta svolítið sína eigin rökhugsun og kannski dómgrind og reyna að meta hvað mann sjálfum finnst mega sens en svo sjálfsögðu eins og með sumasatriði og við fundum fyrir þessu til dæmis við tókum með þáttum climate change, global warming og ég til dæmis trúið ég að það sé gróflegar ígjur að það sé stórhættulegt en til dæmis Ómar og Haukur voru ekki jafnsammála mér allavega og sérstaklega ekki fyrir þáttinn kannski aðeins opnari fyrir því eftir þáttinn en þá fundum við fyrir því að það er bara þú veist, þú ert bara með mismunandi gögn bara hér sagt bara, þú veist, Hlín búin að vera þetta mikið og svo bara nei, hún ekki búin að vera þetta mikið og hér búin að segja miklu meira fellibyljum og eru miklu sterkar og svo bara nei, það ekki þannig þú veist, og þá ertu aftur bara, þú veist, ég veit ekki hvernig veit ég, veist, hvort satt og hvort ég ekki fellibílafræðingur, sko, ég veit ekki hvað skalið notaður eða en svo kannski svona bara svona aftur að kjarna þessa viðtals hver drap þá JFK?
CIA, já, ég vil meina að það klárlega verið CIA og Mossad hafa alltaf verið bara svolítið svona bræður, þú veist, fyrir mér og hafi pottet verið inn á nett, þú veist. Þeir nota held ég, sko, það alltaf, og svo mafían í þessu, Jack Ruby og var ekki einhver að tala það að Jack Ruby hefði tengsl við Ísrael og þú veist, Jack Ruby og by the way, bara svo, heyrðu hvað þetta er svo absúrt bíómynd, ég veit ekki hversu, þú veist, og margir kannski bara þekki þessu sögu ekki droslega vel. Þú veist, Lee Harvey Oswald, hann handtekinn bara kvöldið og hann neitar sök, hann segir bara I didn't kill anybody, þú veist, ég ger ekki neitt bara, og hann er handtekinn hann í Dallas, Texas í einhverju bíóhúsi og svo bara daginn eftir þá verið að færa hann í fangelsið einhvers staðar og þá kemur þessi Jack Ruby og bara búm, skýtur hann í magan í beinni útsendingu til vídeo á þessu. Þannig að, þú veist, Jack Ruby er, Lee Harvey Oswald og svo bara hann strax drepinn og svo nokkrum ári setna áður en átti eftir að gefa honum eitthvað svona réttarhöld, Jack Ruby, að þá deyr hann við fröðulega kringumstæður. Þannig að þeir ná einhvern veginn aldrei að tjá sig? Nei, og kenningin er þá að hann hafi verið, eða það sem ég las í þessum skjölum, að hann hafi verið terminally ill, þú veist það að segja, með eitthvað banvænan sjúkdóm og hann hafi verið tilbúin að skjóta Lee Harvey Oswald, vitandi það væri svolítið svona sjálfsmorðsmission og í staðinn þá fengi konan hans að eiga einhvern bar sem að hann var að reka fyrir mafíuna og eitthvað svona, fengi einhverja tryggingar eins og er kannski þekkt í mafíuheiminum en já, þannig það er eitthvað sem að ég til dæmis þyrfti, ég get ekki alveg lofað þessu með Ísraelstengingun, ég man bara að heyra þetta talandi svona undarlega og furðulega dauðdaga, þá náttúrulega væri það góð ringur í Gary Underhill sem að CIA-manninn sem að talaði bara strax daginn eftir morðið á John F. Kennedy að þetta væri eitthvað svona innanbúðaverk klíku innan CIA og hann flýr strax af Washington daginn eftir og byrjar að undirbúa það að flýja land en svo finnst hann látin 6 mánuðum setna með byssukúlu í hnakkanum og það er sagt vera sjálfsmorð. Já, og berið sér sko að það var bakvið vinstra eyrað held ég. Já, ekki hnakkanum, það var alveg vinstra eyrað. Hvort það var bakvið, manni hvort það var bakvið hægra eða vinstra, en það allavega passaði ekki við það að hann var örfendur eða réttendur. Það var ekki bara mjög erfitt að skjóta sig aftan frá held ég. Já, og Ságæi, hann var búinn að vera að segja fólki sko, þú veist, bara í kringu sig þeir drápan og ég er skítræddur, þeir munu drepa mig líka og enda síðan að drepa sig. Hann var að fela sig hjá okkur mættingum í Bandaríkjunum að undirbúa að flýja land. Og það sem er kannski, að því að þetta var eitthvað, sko, ég hafði reyndar ekki heyrt þetta, ég skal viðurkenna það. Þetta er nýtt í skjölunum. Nei, þetta er nefnilega ekki nýtt í skjölunum, eins og sumir hafa síðan bent á, þá var þetta, í raun og veru skjölun í raun og veru bara vísa í viðtal sem var í tímariti sitt Rampant, minnum ég alveg örugglega. Rampant.com og þar var eitthvað viðtal sem er að fjalla eitthvað grein sem er að fjalla þennan gæja og þetta og ég var einmitt sko, hann ætlaði að nota aðeins að því hann heitir John Garrett Underhill Jr. og baði ég sko í dag Grokk sem er ex-gerfugrindin að finna fyrir mig staðfesting á því að hann hafi verið CIA agent og það sem kannski þessi skjöl eða það segja þessi skjöl sem var létt leynd af að þau eru svolítið að sína allavega að CIA var með hann á radarnum sínum og mögulega bendi til þess að hann hafi vissulega verið CIA agent sem myndi renna stóðum undir hans frásögn og hann kemur úr sko military intelligence background, það allavega vitað, hann var US Army Captain in the General Staff G2 Military Intelligence during World War II from July 6th 1943 to 1946 og ég sérhæfður í ljósmyndun vopnum óvinnana og einhverjum svona tæknilegum sérfræði kunnáttu og þannig að hann þótti verðmætt eign, valuable asset því þetta as we go og það náttúrulega þú veist, bendir mjög skýrt til þess að hann hafi vissulega verið CIA agent, hann var allavega vann fyrir þú veist leyniþjónustu hersins og það er stutt á milli þar og það er síðan meira post-war CIA contact, það er að segja þá er vitað að hann var í tengslu við CIA's Domestic Contact Service og þannig að þetta er allavega þetta er sko, en að því að sko, svo líður tíminn en þetta dúkkar alltaf upp þetta sama, einhvern veginn þetta með CIA og svo með Mossad
og í tengslum þá við þetta gamla morð og svo einhvern veginn svona vindur tímanum fram og maður ímynda sér ef þetta væri eitthvað svona hagsmunaklíka sem að væri með eitthvað ákveðið agenda að það myndi kannski breytast svona eftir kynslóðum. Nei, það gerir það ekki. Það það sem ég náttúrulega er svolítið svona að reyna ofta að leggja áherslu á að þetta nákvæmlega fyrir mér sama klíkan og á bakvið árásinnar 11. september. Það eru sömu blekkinguröflin og þú þarftir en vera sko það sem kannski stærst við þetta eru stjórnun á A-fjölmiðlum og B-akademíu. Það ennþá þannig í dag ef þú værir í einhvers konar skólaprófi og verið spurður hver drap John F. Kennedy að þú fengir bara rétt fyrir að segja Lee Harvey Oswald, þú fengir, og ef þú verður að skrifa ritgerðarmynda eða eitthvað, að þá fengir bara fallengun nema þú myndir sko samþykja opinberissöguna. Og sama með eins og bara Jeffrey Epstein, skilur, það er núna eru bara fjölmiðlar, þeir fjalla þannig þetta bara sem drap sig í fangilsi. Það er ekki sagt sem talið er að sem haldið fram að hafi drepið, það vallaði svona þó að í raun og veru, ég veit ekki eiginlega bara neitt sem trúir því að hann hafi drepið sig sjálfur. Það finnst öllum þetta allt á loðið, alla myndavélar slöknar allt á myndavélunum og allir öryggisverðarnir sofna. Já, allir sofna þetta á verðinum og hann var under suicide watch og eitthvað, allavega. Þannig að það er stjórnun á fjölmiðlum og því hvað í skólakerfinu, hvað skólakerfið segir okkur að það er að halda þessu gangandi og ef að þú hefðir ekki stjórnun á fjölmiðlum þá myndir ekki þóra að gera þessa hluti þú myndir vita að þú yrðir sem lafjúpaður en það er svolítið það sem kemur á daginn fyrir mitt leiti allavega þegar þú fer að skoða þessa hluti svolítið náið að þá sérðu bara að það er þetta er mjög frekar augljóst oft ef að þú kemst framhjá þessum áróðursminn. En er þetta vinnandi vegur? Þú veist, ef þetta eru svona sterk öfl sem öllu ráða og þau eru greinlega með eitthvað agenda, hvað á maður að gera? Hefur maður eitthvað með það að vera með fingurnar í þessu? Já, ég meina, ég veit ekki, ég tók þennan pól í hæðina, ungur, ég ætla bara að reyna, og ég get alveg sagt að það er ekki verið auðvelt að, berjast gegn þessu og reyna eitthvað að, berja hausnum við vegg að tala við fólk þetta sem er bara alls ekki að fara að trúa saman hvað þú segir og maður er alveg mist, skilur vini og virðingu frá fólki og kannski, ekki fengið vissa vinnur eða alls konar, veldur manni ekkert, en ég vil samt meina að það sé mjög mikið búið að breytast með þetta nýlega, að það séu miklu fleiri opnari fyrir svona það eru ýmislegt afhjúpast með þjóðarmorðinu Palestínu. Það er svona fólk verið staðis að vera opnara fyrir því einmitt að það sé einhvers konar það sé allt undurorpið einhverju svona valdaklíku sem að einhvern veginn tegi anga sinna inn í Bandaríkin og það er til dæmis ekki ósennilegt einhvern veginn allt innu lengur. Nei og málið er einmitt með það og ég sérstaklega ég var alveg mjög róttækur andstæðingur Ísrael alveg bara ég man ekkert ég var á kaffibarnum og það var einhver gæi eitthvað where are you from? I'm from Israel that's not a country hann bara brjálaði ég var alveg þar ég er ekki að segja kannski út að ég fór svolítið mikið að stúdera líka Muslim Brotherhood sem eru afspringi, að Hamas eru tengdir og þeir finnst mér líka rosalega slæmir þannig ég bara komið fram ég er líka mjög mikið á móti Hamas og samtökunum og mér finnst að það sé alveg mikið vandamál líka og ég er mikið á móti bara svona bókstafstrú á Íslam mér finnst hún bara og ég veit að það eru til hófsamir múslimar sem og margir hverjir eru langflestir eru já bara sem að eru ekki að vilja ekki þeir eru meira þegar svona pólitískir aukahópar taka trúarbrögð og nýta þau til þess að meiða fólk og kúa. Já, algjörlega, kannski einmitt vel orðað. Snúa trúnni einhvern veginn á hvolf. Sama róttækir kristnir geta gert. Það er einmitt, evangelískir síonistar gerðu áðurina til urðu síonistar sem eru gyðingar. Ég til dæmis nokkur hliðhóllur þeirri kenningu að Hamas séu stofnaðir af Ísrael. Já, því hefur verið haldið fram. Já, því hefur verið haldið fram. Það var alltaf svona mókað undir þá vegna þess að þeir voru andspyrna við Já, við PLO, við Yasser Arafat á þeim tíma. Þeir hafa alveg viðurkennt það, þeir hafa ítt undir það og það hjálpar þeim náttúrulega kannski að það séu ennþá róttækari öfl sem að, farið með völdin og þá eru auðveldara að réttlæta
þeirra aðgerðis og þeirra ofbeldi, skilju. Þannig að þetta tengist allt. Við erum bara eiginlega að segja það. Við erum að bara morðið á JFK og Palestínu, stríðið í Palestínu í dag. Stofnun Ísraelsríkis á sínum tíma. Já, þetta sé, þú veist, það allt annað eitthvað. En ég meina, til hvers? Það bara, núna alltaf förum við aftur í það sem ég vil alltaf meina. Það þessi, þú veist, það þetta agenda sem byggir út á þau markmið að ná bara, þú veist, þetta bara gamla sagan, bara heimsyfirráð. Heimsyfirráð eða dauði. Þeir vilja bara alheims ríkisstjórn því að það besta leiðin fyrir þetta fólk til þess að stjórna heiminum og því meiri, það að segja, meiri miðstýring, því betra. Þess vegna vilja þeir svolítið útrýma bara þjóðríkinu og þú veist, hafa þetta bara, þú veist, íta öllu undir bara í ESB, í þessar alþjóðastofnanir, Sameinuðu þjóðirnar og allt þetta. Það svolítið, þú veist, búið að vera þeirra markmið. En eins og með í stofnun Ísraelsríkis, ef við lítum bara á það sem þeir geta tryggt ófrið í Miðausturlöndum að eilífu, þetta mjög gjöfult svæði, náttúruauðlinda séð og bara auðlindum, og ef þeir geta ekki nýtt þetta til að auðgast og byggja sig upp sem ríki, þá verða alltaf í stríði og fátækt, þá keppa þau ekki við Vesturlöndum auðinn. Svo eins saman sem með klerkastjórnin í Íran, ég meina þú skoðar myndir frá Íran fyrir 50 árum, 1970 eitthvað, það ekki, skilur, einhverja búrkur og eitthvað. Nei, og ég meina var bara mjög blómlegt og mikið frjálsindi samfélagi og ég meina sama með Afganistan og þetta eru í rauninni vestrænt inngrip sem hefur orðið til þess að svona öfgahópar ná einhverju svona ægivaldi. Wahhabismi þegar að Zbigniew Brzezinski fer til dæmis Afganistan til þess að þjálfa upp og gera, radikalæsa, hvað við kalla, gera róttæka andspyrnuhópa gegn Sovétríkjunum. Hann talaði alltaf að það hefur verið stór ástæða fyrir þeir náðu að knesetja Sovétríkjunum, þeir voru á fjármagna Bin Laden með þessu, þú veist, á þeim tíma, skilur, að hann var partur af þessum mujahadin í Afganistan að berjast gegn Sovétríkjunum með stuðning í Bandaríkjana og þeir nota þetta jihad heilaþvæð, eða það að segja heimspeki eða hvað við kalla þetta, þú veist, til þess að raun og veru fá þá til að berjast gegn Sovétríkjunum og svo sagt að hann hafi snúist gegn Bandaríkjunum og allt það, eins og kannski margir þekkja þá sögu, en eins og þú segir, þetta fyrir mér þá verður þetta alltaf snúist og ég tel með að hafa ágætis heimildir og rök fyrir því að það hefur alltaf verið, skilur, fleiri og fleiri skref í átt að heimsríkisstjórn og ég held alveg partur af því og getur, ég veit ekki hvort að þú ert sammála því en að það að segja að partur af því að útrýma þjóðríkinu að skilur að þú veist ráðast inn í einhver lönd og svo koma skilur flóttamenn eða þá bara þú veist eða rústa þeim efnahagslega séð og þá ofanflýjanlega byrja fólk að flýja og því meira sem að þú býrð til skilur hrærigraut eða svokallaða fjölmenningarsamfélag sem ég ekki sannfærður að sé besta skipanin af samfélagi þú veist að það sé bara engin rök eða þú veist það að segja engin hvað sem gögn sem að styðji það að það sé besta leiðin til að hafa samfélag þess að fólk tala ekki sama tungumálið, deil ekki menningu, deil ekki, þú veist, að sko það sé gert til þess að á endanum þá sé fólk og að gera alla þjóðernis kendir eða hyggju eða hvað sem mjög tortryggilegar, þú veist, og kalla það rasisma ef þú ert að tala að þetta sé ekki gott. Já, en ég meina að það samt alveg munur á milli þess að vera hafa þjóðernisstolt og vera finna til rótana og þykja vænt þjóð sína og uppruna en að líka nota það sem eitthvað til þess að níða aðra og berja á öðrum hópum. Fjölmenningarsamfélög þau byggist ákvæmlega upp á því að allir beri virðingu fyrir þeim fjölmörgu þjóðbrotum sem þar að finna. En ég vil bara samt meina svolítið að það sé smá óraunhæft að það sé hægt bara bjóður Hefur komið til London? Já, ég að segja það. Ég bjóð þar í mörg ár og ég get alveg lofa þér því að það mjög blómlegt fjölmenningarsamfélag og alveg sem svona bara gengur óbúslega vel. Hvað með þessi grooming gangs og það sem voru komist upp með að það er til vond fólk það var kannski mest sem að var að þau voru ekki handteknir út af því að þau vildi ekki íta undir útlendingaanduð. Já, ég veit ekki hvað þú ert að vísa en ég get allavega, við skulum bara vera saman með nákvæmlega þetta. Ég held að sé alveg að vera
elska ættjörðina og samt bjóða alla velkomna sko. Ég held að það sé nefnilega nákvæmlega bjóða velkomna, já og þú veist, þá ekki að segja þú veist, við ætlum að bjóða sérstaklega glæpamönnum og morðingjum hingað, ég bara að segja ef þú ert bara með þokkalega eðlileg mannesku sem að koma hingað sama hvað hún kemur, þá er hún að vera velkomin skilur En þú sagði samt eitt á hans, ég er ekki alveg viss ég sé heldur sammála, kannski sem að sé bara allir múslimar svona hófsamir eða svona flestir, langflestir. Já, þú veist, ég náttúrulega bara flestir, hún sagði ekki allir. Ég sagði að það væri það nú bara flestir að fólk trúr ekki fólk en yfirleitt bara trúr ekki heima í þessari friði og langar ekki að vinna öðrum megin. Ég hélt þetta svolítið, en ég fór til dæmis að ég sá okkur norska heimildamynd Muslim Brotherhood, það var verið að taka viðtal við einhvern mannréttindafrömuð frá þeim og hann var bara spurður, þú veist, hvað finnst þér að gera við þú veist, samkynniða. En þú ert náttúrulega að tala múslimska bræðilvar. Já. Við erum alltaf komið langt út fyrir efnið. JFK, hver draf JFK, bara svona lókum? Fleiri hérna. Lyndon B. Johnson? Nei, hérna. Já, nei, samt klálega. Lyndon B. Johnson var hann lét drepan, sko, mögulega. Herri, það líka sem við ættum að minnast á hérna, það er Deathbed Confession, það er að segja dánarbeðis játning í Howard Hunt, sem er einn af CIA-gæðinum sem að hérna var í viðriðin Watergate nexli. Hann segir á dánarbeði sínu bara, hann nefnir hann að Kortmeier og fleiri nöfn, sko, Morales, einhverja gæja og hann segir bara að þetta var CIA plott og sonur hans tekur þetta upp og upptakan af þessu er til og það er alveg vitað að þetta var CIA agent sem að segir þetta, þannig að þú veist ég held að allavega það séu til dæmis líka mjög sterk rök fyrir því að það sé hérna þetta hafi verið CIA, erum við að reyna út á tíma Já. Vá, hvað þetta er hratt svona er það. Já, ég held að við vorum rétt að byrja en ok, já, svo var hérna Þið verður bara að koma aftur sem fyrst Sovjetmenn þá byrjuðu ekki að lesa það skjal fyrst við erum að tala það var eitthvað svona meira mest krassandi skjölunum sem að voru byrt í þessu samhengi að það er að segja að þeir segja bara þú veist, Lee Harvey Oswald er að fara að koma þú veist, hann til Bandaríkjanna og hann mun skjóta JFK og Martin Luther King eitthvað svoleiðis en ok, þið kannski getið fundið það Já, en hvar á fólk að finna ykkur? Áhætturinn er á Spotify og hérna fyrir svona fólk sem notar Apple þá er það á Apple Podcast og eitthvað er nú komið inn á YouTube við erum ekki alveg nú duglega við að setja þættina þangað líka en Ég fann þetta, ef maður voru að lesa þetta er skjal Sergei Ksorno to Russian Ambassador og hann segir Dear Sir Vasily Konsul gave me order to transmit this information to the US government in Sofia, Bulgaria. Mr. Vasilev gave me this information about Mr. Lee Harvey Oswald on August 14th. Ms. Asenova, girlfriend of Russian consul, came to my room and repeated that Mr. Lee Harvey Oswald is assassin. He will kill President Kennedy. Og svo segir hann, I said Mr. Lee Oswald will be killed after he killed Kennedy. Og svo segir hann líka, and they will also kill Dr. King. Þannig að þetta er bara svona eitthvað skjal sem þetta er eitthvað skjal sem ég er hægt að finna þarna í þessum 80.000 blaðsíðum sem Já, það er eitthvað komið. Vonandi fer að koma meira af þeim. Já, og ég vona mitt að koma eitthvað svona sem að hérna geti lokað þessari rökræði. Stendur til að hérna bara búið til útdrátt hérna ég er alveg spenntur fyrir að gera framhaldsþátt á JFK þegar við erum komið með fleiri skjöl sko. Eða bara eitthvað svona punkta Sko það eru til einhver svona vídeó náttúrulega á YouTube þar sem ég geti séð, þú veist, bara Google bara classified, þú veist, declassified documents on JFK, bara þú veist hvað er það helsta og það er náttúrulega mismunandi og fáið náttúrulega suma sem eru mjög mainstream og þú veist munu túlka þetta sem þú veist að sé ekki þetta sem að sé eitthvað skrítið en svo eru kannski bara reyna að kannski skoða bara báða hliðar reyna að fá sem Eitt sem ég rakst á í þessum skjölum var að sko á þessum tíma var 74% starfsmanna sendiráða Bandaríkjanna útsendarar CIA þannig að sko og bara njósnarar þannig að þú veist meirhlutin að sendiráðstarfsmönnum og sendiherrum voru bara njósna fyrir CIA og CIA hljóta hafa bara verið með mjög mikið lítök út allan heim og mjög mikið af blaðamönnum líka sem er að fara á einhver svona svæði þú veist það bara komið ljós sem þetta margir af þessum stríðsblaðamönnum okkar þetta eru agentar þú veist þeir eru að fara þarna þú veist út af það er svo gott yfirskinn líka þú kemst að alls konar hlutum og getur verið líka að beita áræðri fyrir en Northwoods document mælum með því og Mockingbird skoða þetta og Álhattin mun að vera með Álhattin á höfði því það er verið að fylgjast með þessu
skulum ég setja punkt. Takk ykkur kærlega fyrir Haukur Ísbjörn og Guðjón Heiðar. Þið bara, já, þið opnuðu augun mín hér. Þetta var gaman, þetta var skemmtilegt að menta þetta. Takk fyrir. Og Doggi, við það eru meira hér handa við hlýja. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.